Komið sæl, þá komið að næsta kafla hjá okkur, kafli 6.4, Alræði að réttaríki, og þið getur lesið hann í fornum tímum á blaðsíðum 336 til 338. Sjötti kafli, eða sjötti hluti bókarinnar öllu heldur, fjallar upplýsinguna og 18. öldin, hún hefur gjarnan verið nefnd öld upplýsingarinnar og upplýsingin nafnið er svolítið komið frá þessu samspil á milli ljóss og myrkurs. Og þessi tilvitnun hérna er í bókinni ykkar á blaðsíðu 326 og er eftir ritstjóra fyrstu alfræðibókarinnar og hann svona hnoðaði svolítið saman hugmyndir upplýsingarinnar í þessari tilvitnun. Við teljum að það sem helst myndi koma mannkyni til góða væri að kenna því að nota skynsemina, að telja það eitt satt sem ganga má úr skugga og sannreina. Og þarna er svolítið þessi vísindalega hugsun farin að skína í gegn. Og það er svona þessi upplýsing, ljósið, á meðan myrkrið er svona þessi fortíð, alls konar hefðir og venjur og fastheldni manna í fortíðinni. Menn voru svolítið að horfa fram á við og litu svolítið til framfara. Þið munið í endurreisninni, þá voru menn svona að reyna svolítið að endurvekja hérna gömlu glæstu tíma, forngrikkjum og fornrómverjum og svo leist, töldu að það svona hefði ákveðin hámenning átt sér stað. En upplýsingamenn, þeir voru miklu meira að horfa til framtíðar, að reyna að ná framförum og betrumbæta hluti og þeir einfallega töldu það að svona lífið á jörðinni og allt sem við erum að gera, það geti orðið miklu betra heldur en við þekkjum nú þegar. Við höfum ekkert að horfa eitthvað til fortíðar og endurvekja eitthvað sem áður hefur gerst, heldur að horfa upp til framtíðar og reyna alltaf að gera betur. Og hugmyndir þeirra samfélög manna, eins og náttúrulega munið, þá hefur trúin verið mjög sterk í samfélögum manna í gegnum tíðina og upplýsingamenn þeir fóru að fjalla svolítið okkar samfélög án þess að byggja á forsendum trúarbragðanna. Og það er náttúrulega komið þessar spurningar við sögu, hvers vegna til dæmis getur ríkið sett lög og hvers vegna getur ríkið skyldað þegnana til að fara eftir þeim, hvað gefur til dæmis íslenska ríkinu þann rétt að geta sett lög og af hverju þurfum við að fara eftir þeim. Og það skoðum við aðeins betur hérna á eftir. En á 17. öld þá voru konungar náttúrulega víða einvaldar og höfðu verið í langan tíma á undan. Og það var alltaf talið að konungur, hann fengi raun og sín völd frá Guði. Að Guð gæfi konungum réttin til að stjórna. Og þetta var réttlega til dæmis með Biblíunni, eins og segir hérna, sem endurspeglaði fjölskyldumyndur feðraveldisins. Og þau munið feðraveldi, það er einfaldlega það að kallarnir þeir einfaldlega ráða öllu. Og í Biblíunni náttúrulega það ríkti Adam yfir sinni konu og sínum börnum og hafði vit fyrir þeim. Og það færðu menn yfir á konunga. Þannig áttu konungar einfaldlega að hafa vit fyrir þegnum sínum. Og konungar voru þannig raun og veru beintengdir Guði að því leytinu til. Og þetta fóru upplýsingamenn svolítið að efast og við ætlum núna að tala 3 kappa, Locke, Montesquieu og Rousseau. Það er svona, þeir eru helstu kallarnir í þessum kafla hjá okkur, þannig að við skulum sjá aðeins hvaða hugmyndi þeir hafa þetta. Og við byrjum hérna á John Locke. Einhverju kannski kannastu þetta nafn úr sjónvarpsþáttunum Lost eða hefði hort á þá, en ein af aðalpersónunum þar var skýrð eftir heimspekingnum John Locke og persónan í þáttunum, hún svona lifði svolítið eftir hugmyndum Lockes, þannig að ef einhver hefur mikið áhuga á þessu, þá er að gera að skella Lost-seríunni aftur í tækið. En upplýsingamenn, þeir sögðu að uppspretta valdsins, hún er ekki frá Guði, eins og menn töldu áður, heldur er hún frá þeim einstaklingu sem mynda samfélagið. Og þar fór framalega í flokki, John Locke þessi hérna okkar, og hann skrifaði þennan samfélagssáttmála og talaði þar náttúrulegan rétt einstaklingsins sem í dag við myndum einfaldlega kalla mannréttindi, að hann sé einfaldlega æðri lögum ríkja. Og hvaða réttur er þetta? Jú, þetta er svona réttur einstaklingsins einfaldlega bara til að lifa, vera frjáls og eiga eignir til dæmis. Og því fylgir líka, sagði Locke, réttur fólks til að verja réttindi sín og refsa þeim sem brjóta á þeim. Og það er það sem Locke kallaði þennan náttúrurétt, eða það sem við í dag einfaldlega köllum mannréttindi. Og fólk hefur þannig rétt til að rísa gegn valdhöfum sem virða að vettu í náttúrulega réttindi þegnanna, alveg svo í
mótmælunum sem hafa verið á Íslandi síðustu ár. Það fólk svona að nýta sinn rétt til að lýsa upp gegn ríkisstjórninni sem að fólki telur að hafi brotið á okkar réttindum. Nú en hver þá þessi samfélagssáttmáli sem okkar að tala í raun og veru? Jú, það vorum við lýst á blaðsíðu 337 hjá okkur og það tilvitnun úr riti Locke sem þar segir: þar sem öllum mönnum náttúrulegt að vera frjálsir, jafnir hver öðrum og sjálfstæðir, má ekki svipta neinn mann þessum réttindum og setja hann undir lögsögu annars án þess að hann veiti til þess samþykki sitt. Maður getur aðeins með einu móti afsala sér náttúrulegu frelsi sínu og lagt á sig bönd borgarlegs samfélags. Það með því að gera samkomulag við aðra menn að sameinast þeim í samfélagi til að samlíf þeirra verði hægara, friðsælla og öruggara og til að þeir fái tryggilegar notið eigna sinna. Þegar hópur manna hefur þannig samþykkt að mynda með sér eitt samfélag eða ríki, eru meðlimir hans þar með orðnir ein ríkisheild, þar sem meiri hlutinn hefur rétt til að taka ákvarðanir fyrir allan hópinn og breyta í hans nafni. Og þannig lokkurinn að tala það, maðurinn náttúrulega frjáls, en með því að bindast svona saman höndum þá geta menn mynda með sér ríki eða samfélag, þar sem allir svona lifa svolítið í friðsæld og menn eru öruggari, alltaf með stuðning svona frá hver öðrum. Og í lokin tala Locke að meiri hlutin hafi rétt til að taka ákvarðanir fyrir allan hópinn. Og í dag náttúrulega í lýðræðissamfélaginu sem við búum við, þar ræður meiri hlutin, við höldum kosningar og ákvörðun meiri hlutans, hún ræður. En á þessum tíma þá þýddi meiri hlutin hjá Locke að það voru sem sagt efnamenn sem áttu kjósa og þarna voru þess að efnaðir karlmenn sem áttu eignir. Þannig að því miður þá voru náttúrulega konurnar ekki komnar inn í þetta enn sem komið en það áttu nú eftir að styttast í það. En hver þá raunverulegur tilgangur ríkisins samkvæmt Locke? Jú, það raunverulega að setja lög til að tryggja að menn gangi ekki á rétt samborgara sinna. Það raunverulega höfuðtilgangur ríkisins og það náttúrulega bara eins og við þekkjum í dag. Íslensku lögin, stóru hluta, eru bara til að tryggja það að menn geti lifað í sátt og samlyndi. Nú, næsti spekingur sem við fjöllum Montesquieu, Frakkinn, sem var uppi frá 1689 til 1755 og það raunverulega hann sem kemur fyrstu fram með þessa kenningu þrígreiningu ríkisvaldsins. Það aðgreina valdið í framkvæmdavald, löggjafavald og dómsvald eins og við höfum talað svolítið í vetur. Og hann setur þessar kenningar náttúrulega fram á sínu lífskeiði en svona á 19. öld þá fóru menn að byrja að aðgreina ríkisvaldið eftir hans hugmyndum og fyrstu sinn þá náttúrulega héldu konungarnir áfram framkvæmdavaldinu en létu sérstök þing sem voru kosin af almenningi fara með löggjafavaldið og á sama tíma þá fóru dómstólar að fá meira frelsi frá konungnum þannig að það var svona komin ákveðin mynd á þessa þrígreiningu. Áður nú náttúrulega þróast út í það sem við til dæmis þekkjum í dag á Íslandi, þar sem við erum með ákveðna aðgreiningu á framkvæmdavaldi, löggjafarvaldi og svo dómsvaldi. Jæja, hvað? Fer Ísland raunverulega eftir hugmyndum Montesquieu? Jú, við náttúrulega erum með dómstóla sem eru algjörlega aðskildir, en á Íslandi þá framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið svona nokkuð náið, það nokkuð tengt. Því að við náttúrulega erum með ráðherra sem fara með framkvæmdavald sem sita líka á Alþingi sem fer með löggjafarvaldið. Þannig að, jú, við erum með þessa þrískiptingu ríkisvalds en svona, hún svona fulltengt kannski að mati marga þó við kannski förum nú ekki að útlista það nánar hér. Þriðji aðilinn sem við ætlum að tala Rousseau og hann skrifaði þetta mikla rit Samfélagssáttmálinn sem fjallar eins og segir hérna hvernig má skapa siðlegt samfélag þar sem frelsi einstaklingsins fær að njóta sín. Og hann var náttúrulega þeirrar skoðunar að einstaklingurinn hefur hagaði að taka þátt í samfélaginu sem borgari og sem siðgæðisvera og til að einstaklingurinn geti tekið þátt í samfélaginu þá þarf að ala hann upp og mennta frá blautu barnsbeini á ákveðinn hátt. Og því lýst betur hérna í næsta kafla 5-6, það sem fjallað hann Emil, sem svona tilbúin strákur sem Rousseau bjó til og það raunverulega Rousseau að lýsa því hvernig þetta uppeldi á að fara fram til að mynda skólaganga og það talað að fram til 12 ára aldurs þá eigi einstaklingar ekki að
að fá kannski eina formlega fræðslu eða kennslu eins og þið þurfa að sitja í skóla, heldur eigi uppeldið að fara svolítið fram þannig að svona forvitni og athafnaþrá fá útrás. Börn eiga einfaldlega bara að prófa sig áfram í öllu því sem þau eru að gera og læra á þann hátt. Og við getum tekið dæmi það til dæmis eins og við nefndum daginn að ef að barn stingur puttanum inn í innstungu og meiðir sig, að þá þar með barnið búið að læra það að þetta ekki gott að gera og mun væntanlega ekki gera þetta aftur. Og því hefði Rousseau verið sammála, og Rousseau til dæmis, hann hefði nú ekki verið alls kostar sáttur við marga foreldra í dag sem að öskra alltaf bannað og skamm og má ekki og eftir öllu því sem börnin þeirra gera. Rousseau hefði miklu frekar vilja leyfa börnunum bara að fá smá útrás fyrir sína forvitni og leiðbeina þeim frekar við það sem þau eru að gera. Þannig að í staðinn til dæmis fyrir að banna barni að fara niður stiga heima hjá sér eða upp niður tröppur, þá einfaldlega miklu frekar bara að leiðbeina barninu hvernig það getur gert það án þess að meiða sig. Nú, ef þið hafið áhuga því, þá gott að kíkja hérna á kafla 6.5 sem næsti kafla eftir þessum uppeldi samfélagsþegna, þar sem farið svolítið vel yfir þetta. Og svo mjög sniðugt líka að lesa kafla 6.1 eða kíkja allavega svolítið vel yfir hann, sem inngangskaflinn að 7. hluta bókarinnar, og þar farið svolítið nákvæmlega í það, svona hvað felst í raun og veru í upplýsingunni og öllu því sem við erum að tala hérna. En við skulum láta þetta duga í bili af kafla 6.4 alræði eða réttaríki.